Gleðilega mánudag. Gleðilega mánudag, elsku besta mín. Mánudag alveg skemmtilega dag núna því að tilbúið kemur út á mánudum. Já, við erum svona líka upp mánudagana. Já, mér finnst það. Mér finnst það líka. Samt eitthvað, ég held að fólk hata ekkert mánudag í sumar, á sumartímum. Jú, að þú ert í fullri vinnu og hvað ekki. Já, náma svo til sumari. Já. Það var bara, það er ennþá helgi á mér. Ángríns, sumafrí sem ekki æði. Og fæðingarlof. Já. Elskum það. Það er geggjað. Herðu, í dag erum við á boðstólnum Fanta Chocata. Fanta Chocata. Það er svo gott. Það er svo gott. Og það er engin sugar. No sugar. Viltu ekki öskra þetta eins og alltaf? No sugar. Nei, sko, ég var búin að hlakka til að fá mér þetta. Já, mér er alveg heitt líka, sko. Já. I need some cold Fanta Chocata in my life. Já, líka ískalt, sko. Já, með þetta bara lengst inn í ískap. Elska lengst inn í ískap. Gós. Ándjós. Það verður svona sveitt af kulda. Já, það er best. Það er best. Eins, bara því sveittar því betra, sko. Herru, skál. Skál. Ég skil ekki svo glöðu samt á, sko. Mástu við áttum þess að umræði síst þetta. Kannski er þau eru full að lúka þessu plast. Svo er tóm. Það er að gler. En samt. Ég veit. Ok, við erum að fara að hætta að vera trippi yfir þessum glösum hérna. Það er eitthvað að þeim, sko. En þetta er lemon og elderflower. Þetta er ógeðslega ferskt og gott. Hvað er alltaf elderflower í íslensku? Illiblóm eða eitthvað. Illiblóm, já, var það sem sendið á okkur. Það? Já, sendið okkur, elderflower er illiblóm í íslensku. Ég er svona, ok, en voru að spyrja. We didn't ask, but ok. Við ætla að fara að þýða öll orðin okkar sem við segjum aðeins. Já, þá bara, good luck. Bara gangið vel, sko, elsku besta. Nei, mér finnst þessi geggjaður. Mér finnst það mjög góður, sko. Hann er bara, ég sagt áður en hann minnir mig á hvítan monster. Já, þú sagðir það, já, mitt, já. Bara svona smá, ég veit ekki alveg hvað bragður að hvítan monster, en þetta er svona smá minnir mig. Já, ég er alveg sammála. Mér finnst það mjög ferskt og gott, þetta er svona... Mjög. Bara farið út í búð, kaupið ykkur Fanta Chocata og þetta er líka svona sömadrykkur, þannig að þú veist, ef þið er ekki búin að smakka, þá bara... Get your ass to the store. Já, sko, hurry the fuck up. Já. Af því að, þú veist... No joke. Við myndum vanlega að segja það þegar við allan tíma heiminum þegar hafa hann ekki. Aldeilis ekki. Be quick, sko. En hann er æði, hann er geggjaður, ég hugsa þessi ógeðslega gott að setja sneið af sítrónu líka. Já, og bara fullt af klökum. Við erum alltaf búin að pröfa það, það er geðveikt, það er geðveikt. Elskum fullt af klökum. En núna eigum við báður gett mikið Fanta heima og það er ekkert eðlilega næs að fá sér annarkvort Chocata eða lemon eða bara venlega Fanta með kvöldmatnum og eitthvað. Það er geggjað, sko. Eða með Love Island. Með Love Island alltaf. Ég sem fyrir mér alltaf lemon með Love Island. Ég líka. Það er svo mikið sömmur að spána. Já, að því mér líður þess að ég sé spáni, það er ég bara, ok, ég verð að fá mér lemon. Ég er líka bara núna, þú veist, núna er ég alltaf bara með gós með matnum og eitthvað. Ég veit það. Ég var aldrei þannig. Já, en að þetta er sigurlegur, það er svo næs. Að ég get ekki eins mikið drukkið af sigurgósi. Það er svona einstaka sinnum, nokkuð sem í viku sem ég drekk þannig. En þetta er bara svona samviskulaust. Ég er bara að njóta. Það var gott. Og já, ég held að sé bara tradition hjá mér að fá mér sko lemon með Love Island. Og þá fæ ég mér yfirleitt þennan eða venjulegt Fanta með kvöldmatnum, svo setnum kvöld og horfum Love Island. Hvað er svona venjulegt Fanta gott? Nei, það er æði. Ég elska það. Það er geðveikt. Ángríns. Og líka, það er no sugar. No sugar í dós. Já. Ok, anyways, Chocata við mælum með og við viljum að þið smakkið. Já, og sendi okkur á Instagram, við elskum það. Já, og hvað þetta minni ykkur á, hvort þeir séu sammála okkur? Með monsterinn. Mér finnst það svona aðeins sætari monster. Já, þetta er aðeins sætara. Já, ég sammála, mér finnst það betra. En hvít monster er vist bara eins og eitthvað trúafélag, þannig að... Já, trú. Ég er ekki að segja þessi vond, hvít monster, sko. En þú veist, en þú veist, já. Mér finnst þetta betra. Sammála. I agree. Síðan er það Laugar Spa. Organic skincare. Svona, þú varst að fá refill. Ég var að fá refill af vanilu body lotion þeirra. Það sem ég á búin að sakna því ég á búin að klára það því að þú veist, ég bara þegar ég á það til, þá er ég bara eins og einhver bara, ég veit ekki, ég ber á mig endalust, ég fæla svona þrá ekki bara, það meira. I need to be smooth. Og ég veit ekki, finnur lyktir af mér? Ég var hans að þefa af henni. Já, ég var bara, að ég finna hana á mér núna svona fesk vanilulykt. Geðveik, sko. Og líka þú ert bara svona glowy húðin. It's glowy. Þetta er bara hydration. Já, hún er rík af E-vitamini sem gefur húðinni með ljóma, sko. Já, og svo sá ég með þetta sína þeirra stendur að
það er svona auka tips fyrir þá sem vilja vera svona extra moisturized er að setja smá bodyolíinu úti. Ég þarf að pröfa það. Já, þá kannski notar aðeins minna í einu. Já, kannski klára það ekki strax. Hjálpi mér, sko. Ég þarf að fá bara alltaf svona vinnu túpur af öllu þegar það kemur að svona kremum, sko. Já, bara svona stærðirnar. Já, því ég fæ alltaf bara svona þráhyggjur og ég er bara svona, oh my god. Og ég er bara svona, það er ekki einn dropi á mér sem er þurr þegar ég byrja, sko. Nei, það er best samt. Já. Er eitthvað betra? Nei, er eitthvað betra en að fara styrtu, setja á sig svona rakakrem og eitthvað í framan og fara sér upp rúm í hrein. Já, og þú veist, þegar þú ert búin að gera skincare og ert búin að gera líkamann, ertu með eitthvað meira á hreinu? Nei, ekki neitt. Af því þú ert bara eitthvað búin að setja þér rakakrem, þá ertu bara svona, I did that. Já. Congratulations me, sko. Bara bensuð hlýðina með bara dry as fuck, ég er bara svona, Strákar, þið eru að taka ykkur á. Ég skildi ekki. Ég held ángriðs, ég held ég hef aldrei sér kunna að setja á sig rakakrem á líkamann. Nei, ég stundum bara læt bensa að gera. Já, það er mjög sniðugt. Ég er bara svona, hvað með mér inn að gera með þetta? Já, það er mjög sniðugt. Nei, bara svona þegar ég pæli í því. Já, það er galið. Ó, minn aumasti. Greið húðum þeirra. Eru þeir ekki bara eins og krókódílar? Jú, örugglega. Mjög crispy. Svo er þeir náttúrulega með svo mikið hárum, skilja, þannig að það kannski finn ekki eins mikið þegar þurfir. Já, það er rétt hér. Við erum að fara að kippa þessi lagmaður. Já. Það er að kaupa 2 svona túpur, einu fyrir mig og einu fyrir Gunnar, sko. Já, bara raka lappina og sína þig hvað þurfir á nyndir. Það er einlaust. Það er það, sko. Já, það ekki. Herra, við ætlum að taka þátt sem er bara búið að bíða lengi eftir. Já, bara it's here finally. Þetta er komið. Það var svo mikið sem gerðist líka þegar við vorum frí, sko. Það er bara, hvað er að byrja? En við ætlum að, já, það er rétt. Nú á byrjuninni. Við ætlum að ræða stórmerkilega parið Khloe Kardashian og Tristan Thompson. The infamous couple. Ángríns. En þau eru svona, þú veist, þau eru stórmerkilega fyrir sko allt of bara the wrong reasons. Það sem segir infamous. Já, true. Good point. Það er alltaf að tala skilur svona eins og raðmóringa eða infamous, ekki famous. Já. Það er eitthvað svona umdildir eitthvað, já. Allræmdur. Allræmdur, já. Þetta er allræmt. Þó ég skil ekki svona allræmt, ég skil infamous meira en allræmdur. Já, ég líka. Og þú segir það. En þau náttúrulega sko er ekki búin að eiga 7 dagana sæla þegar kemur að sínu sambandi. Nei. Ég myndi ekki segja að hann eða hún er ekki búin að eiga 7 dagana sæla. Já, hann er búin að hafa his best time bara. Já, hann er bara living his life, sko. Já, hann er bara bachelor. Gríns. Hjálpunum. Bara bachelor á föstu. Það er alveg galið. Yep. This man, sko. Sko, ég var alveg feitt að shippa þau í byrjun. Akkur er maður svona meður, skur? Veit ekki. Maður svona er alltaf að shippa þig samt aftur, skilur. Ég veit það, svo dettur maður inn í þetta með hann. Æ, hann er næs. Ángríns, það er bara þegar maðurinn er myndalegur, heldur, sko. Það lítur að vera. Það bara... Þú veist, það er ekkert annað. Hann kemur vel fyrr líka. Þú veist, svo, hann var mjög mikið í síðustu seríu af Keeping Up og hann var fyndinn og hann var skemmtilegur. Þannig að maður var eitthvað svona, ok, eitthvað. Þetta er bara meðvirkni. Já, maður bara fór eitthvað að gleyma. Hjálp okkur, sko. Það má ekki gleyma þessu. Bara cancel hann, eða ekki, bara svona hætta að samþykja hann aftur. Já, inn í þessu fjölskyldu. Já, vera bara svona, halló. Þetta er komið gott. Líka taktuðu bara tímabil, Tristan, verstu bara lausu. Gerri out of your system ef það er það sem þú þarft að gera. Já. Þú veist, ég náttúrulega mæla ekki með því fyrir neitt, en þú veist. Sumir eru þannig. Já. Sumir eru bara ekki að vera í sambandum, sko. Nei, hann er samt alveg orðin 30. Já. Þannig að þú veist, grow a pair. Hann grínst. Þú ert ekki 18 ára, geðveikt horni í fara menntaskóla, sko. Nei, alveg nei. Bara, hann haga sér þannig. Já, það er ekki svo... Hann er eins og sér 20 strákar. Það er ekki svona ef aldrei tekið tímabil, sko. Það er enginn að fara að segja með það, sko. Einmitt, og hann er ekki eins og sér 20 strákar sem eru í Casa Amor, skilur, í Lovaland. Ógeðslega lost og eitthvað. Já. Maðurinn á konu og barn. Já, hann á 2 börn. Já, hann á barn. Hann á barn fyrir. Ok, þú veist, einmitt, halló. Bara grow a pair. Og hann gríns. Sumir, sko. En við veitum öll hver Khloe Kardashian er. Það er alltaf bara... Þurfum ekki að útskýra það, en... Nei, yngsta systrinn af Kardashian-systrunum. Ekki af Jenner-systrunum, heldur. Nei, Kardashian. Sem mér fannst alltaf mjög erfitt að meðtaka þegar ég byrjaði svona... Ég veit það. Ég held alltaf að hún væri elst. Já. Ég held alltaf hún er svona svo hávaxin og eitthvað. Hann var bara, svo var maður bara, nei, byrju, Kim er elst. Nei, hún er með, byrju, nei. Kourtney er elst, Megar Ingersons. En Khloe er hann 37 ára í dag. Já, hún er alveg 7 árum eldri en hann.
Er hann meira en 30? Hvað? Hann er 91, hann er 30, sorry 9 árum 30 að vera 30. Ok, hann er samt bara child. Það? Ertu 30 child? Já, ég alveg marga 30 vinkonur, sko. Nei, þú veist, hann er ekki child, hann getur hagað sér Já, auðvitað, en þú veist, það er sumir sem eru eldri en þetta og er að haga sér eins og hann, sko. Já, þannig bara í Hollywood, skilur við shipum þau ekki hendur, Nei, einmitt. En samt skilur, hann er 20, segjum hann var ekki með afmæli, segjum hann þá er hann bara 29, hann er bara 20 og eitthvað. Nei, hann ámæli 13. mars. Ég bara segjum hann væri, okay. Þá er það bara, hann var bara 29 á þessu ári, mér finnst það lítið. Já. Mér finnst hann samt verið að haga sér, þú veist. Já, fálega. Það er bara aldrei ekki afsökun hvernig hann haga þér, sko. Nei, klárlega ekki. Og líka bara, þú veist, þú hugsa á stöðun hans, hann er tveggjabarnafæðir. Einmitt. Það er líka bara pínuð þannig. Já, hann bara NBA og eitthvað skilur bara verður fyrirmynd skilur nákvæmlega margir sem líti upp til hans bara 100% 100% hún kann að velja reyður sko já okay. they're fuming hún alltaf var aðna með Lamar sem var líka í NBA já og hann raðhjælt fram hjá henni og bara ofar í eiturlyfum á sama tíma þú veist ég veit ekki, bara, og svo lendi hann í þessu case að hann fór sér sett á þau voru hætt saman, alveg löngu hætt saman þannig sé skilnar var svona, víst ekki gengin í gegn alveg bara á borði, en þú veist þau voru svona alveg skilin, en það var eitthvað bara svona pappirs, að mig minnir ef mér er að minna rétt hann, eins og hann bara var í þvílíkri neyslu, dottin út úr NBA og öllu því, þú veist, komin úr þeirri rútínu fór á hóruhús og þetta bara, já. Þú veist alveg Lamar, eða ekki? Lamar. Já. Overdosaði þar af einhverjum lyfjum og lenti þá í dái í einhverja mánuði og hver kom og sá hann allan tíman, borgaði þetta allt fyrir hann, Chloe. Hún sem ekki krabbi, sko. Bara, þú veist. En þetta skilur við, þú veist. Ég veit það er ekki hægt að sitja í þessu stöðu. Nei, það er erfitt alls ekki, en ég líka bara segja, þú veist, það var ekki bara það var bara öll fjölskyldan kom, þú veist eina af ástæðanum okkur Lamar náði að byrja að tala aftur, þú veist, það misti allar hreyfigetu og að geta talað og eitthvað í eitthvað tíma, bara því að kann ég koma og var að, þú veist, syngja fyrir hann besti. Já, veist hvað er þetta sætt? Eftir allt sem hann gerði henni, auðvitað veit ég, hún hefði aldrei lokað hurðinu og verið bara eitthvað hey, see you never again. Já, þannig að kannski fara heimsækja að gefa hann blómi eða eitthvað skilur. Já, bara eitthvað náðu þér skilur, það er ekki svo lendi í slisi. Nei, mitt. Þú veist. En vá, hvað er þetta að horfa upp á eitthvað svona náðið þér skilur í þessi ástandi. En þannig að bara svona punktur með þessu, bara hún kann að velja. Söðu. Elsku besta mín. En ætlum að fara yfir tímalínuna af Chloe og Tristan. Já. Þú mátt hefja gönguna. Ok, þú veist að þú ert skilur the OG í öllu þessu sambandi, sko. Já, ég pitch inn í. Já. Árið 2016, í ágúst, þá voru þau tvö séð að fara af klúbb saman. Já. Og á þessum tíma hann, sem sagt, fyrrverandi kærastan hans og barnsmóðir ólétt. Af hans barni. Af hans barni, já. Og bara stutt í að fara að eiga. Hættu. Ég ætla að sjá maður bara alltaf í svona lúpi? Því að ég oft teki eftir, þú veist, að ég er að gera nákvæmlega sama árið seinna, maður fær alltaf svona memories. Og ég er bara svona, what, ég er að gera nákvæmlega sama núna. Og hann bara eitthvað, já, konum mér ólega því ég ætla að fara að halda fram, já. Einmitt. Bara, já, ég get ekki, já, þetta er bara... Ég er alveg að fara að eiga, já. Ég sé ekki hvenær hann er fæddur, þú veist... Sonur hans. Já, hann er fæddur 2016, sko. Ég er að sjá í hvað mánuði. Jú, hann er fæddur, desember. Já. Þannig þú sér það, hún er komin alveg ágætlega... Langt að leið. Já, langt að leið þarna. Allan, hún er ólétt og þannig að... Og margir vilja halda í fram að hann hafi haldið fram hjá þáverandi barnsmóður sinni með Chloe. En þau hafa bæði tvö neita fyrir það þó nokkru sinnum. Já. Þótt að barnsmóðurinn sé aldrei neita fyrir það. Já, ég mitt. Það mig. En hann heitir Prince Thompson. Cute. Já. Elskar barn. Já. En þau sást þarna fyrst saman í ágúst. Og þá náttúrulega vissu ekki hvort það var að deyta eða ekki. Það bara sást saman. En setna
var sagt að þau hafa kynst þarna í gegnum sameiginlega vini. Já. Og fyrirverandi bestu vinkona Kim og þeirra hefur núna sagt að hún hafi verið að deyta hana undan. Já. Hún, I heard it first. Já. Hún Lala vinkona okkar. Nei, Lala. Var það Lala? Heitir hún Lala? Hvað heitir hún? Sem var gift þarna skori Pippin, já. Hvað heitir hún? Ég man það ekki. Lassa. Já, Lassa. Já, Lala er góð vinkona þeirra, við skulum ekki Já. vera að fokka þessu upp hérna. Já. Ég ætla ekki heyrt Lala. Nei, hún á vingur sem heitir Já, Lala, já. en það er Lassa. Close enough. Close enough. Allavega. Mánuði setna, Mhm. þá fara til Cabo San Lucas og Miami saman. Þannig að þau voru að ferðast. Það er að ferða saman. Mhm. Síðan er það í október. Bara mánuði sinna. Þetta gerist mjög hratt hjá þeim. Mjög. Þar sem þau tilkynna bara, eða þú veist, opinbera það að Já. þau séu saman með því að posta Halloween mynda sér, Já. 31. október. Þar sem að þau eru Marvel hetjurnar Storm, eða ekki? Jú. Og Black Panther. Mjög flott. Það ekki? Jú. Drullu hart, ég fyrst á þessu myndi, ég bara, er hann Batman? Nei, hættu. Já. Ó, þú sko. Það var Black En Panther. þetta var mjög flott dress-up sko. Já. Þó að þau Black Panther og Storm með ekkert saman sko. Ekki? Nei. Er þú tveim mismunandi? Storm er X-Men, Black Panther er bara, þú veist, Já, úr Black Panther. já. Bara akkurat bara, já, mjög ólíkt en þú veist, flott samt. Kannski bara lýsandi fyrir þeirra samband. Já, Passa kannski bara ekkert saman. bara ekki úr sama heimi. basically. Nei, já. Það er kannski bara svolítið svo Já. leiðis. Síðan er þau 2016 desember, þá er sagt að þau eyði jólunum saman. Notabeina þetta er barnið hans að fæðast. Já, æði. Já. En þú veist, kannski eru þau alveg off, skilur hinn. Já, þau eru auðvitað off Já, þarna. en ég það er bara svona no vont. respect. Já. Já. Einhvern veginn vont bara. Mhm. En eins og hún Kardashian, þú veist, Khloe oft sagt bara að he never left anyone for me. Hún hefur tvítað það, sko. Já, vá. Hún var bara hérna, en þarna var bara augljóst, skilur, október, desember, þau eru saman. Bara saman. Það er bara engin spurning. Já. Síðan í janúar 2017 þá skrifar hún víst blogg, hún Khloe okkar, sambandið þeirra. En hérna, hún er búið að eyða þessu bloggi út. Aha. En hún sérst gaf þetta út í, við ekki hvort það hefur verið á heimasíðunni sinni eða eitthvað slíkt. En eitthvað þar skrifa hún þetta, en hérna, það er búið að eyða þar. En þar segir hún bara, þú veist, þá verðum bara með mjög eðlilegt, venjulegt samband, eitthvað. Tala um hvað hann var hammingisum. Já, hvað var hammingisum og það er ekki fyrir en síðan í apríl 2017 sem hún byrjar að tala opinberlega að hún var leið til eignast fjölskyldu með Thompson. Ok. Já. Postaði myndina þeim í báðum í grænu hermannajökkunum. Þetta er svolítið iconic mynd. Matching camo. Já. Þau eru svo flott. Saman. On a pic, skilur. Já. Geta ekki, sko. En bara vera ekki matching. Bara myndast mjög vel saman, sko. Já, þau passa mjög vel saman í útliti. Í útliti, já. Já. Jú. Ekki með sumi morals. Nei. Síðan er það í september 2017. Paldið, það er bara ár liðið. Þau eru bara búin að deyta í ár. Já. Svona cirka bátið. Þau byrja saman í ágúst. En árið setna, september 27. árið 2017, á tilkynni Khloe að hún sé preggo. Barnið hans er ekki orðið einsast þarna. Nei. He got balls allavega. He definitely Já. does. Fertile man. Það er bara svoleiðis, sko. En hérna... En þetta var alltaf, ég man eftir myndinni, þetta var svo iconic mynd, hvernig hún postaði að vera ólétt, það var svona, hún var í einhverjum Calvin Klein undirfötum, það var svona svartkvít mynd og hann svona hélt einhvern veginn bumbuna og manstu á þessum tíma þegar þetta kom út, þá voru allir búin að tala það er ein Kardashian systir ólétt. Já. Það allir voru að fatta hvort að Kylie væri það. Einmitt. Svo kom Khloe bara að ég er ólétt og þá voru allir svona, þá var svona distraktaða svona okkur publikið í svona stund og hún bara, wow, það var Khloe, what the hell. En svo var það bara í raun og veru þær báðar. Er það sama tíma? Já, það er eignast bara börn með mjög stuttum millibili. Fyrirvara. Engi fyrirvara fyrir okkur. Kylie var engam fyrirvara. Nei, hún var ekki neitt. Hún var bara, ok, halló, sko, YouTube-myndband. Bara welcome Storm. Já. Það kom bara YouTube-myndband, marstu? Já. Hún var bara, Það var bara hérna beitt barnið mitt, skilur. bara Stormi er bara komin. She's here. Já. Svo skriði. Get ekki neitt. En hérna,
já, að þá allan í september þessu ári þá einmitt Árinu kemur tilkynningur 2017. já, það stendur en hún á náttúrulega eiga í sko trúfæðist hvort það sé október eða ok, ég googla ekki rétt sko halló nei, hún fæðist í apríl, já fæðist í apríl Skrítið að hún var í október já, löng meðgang já svolítið löng svolítið stutt september, október já, eða það en já, hún tilkynna þetta í september svo nefnilega sko næst myndband af hannum þarna í október en það kemur ekki út fyrir en síðar Hversu löngu síðar koma? Manstu það? nokkrum, 2 dögum fyrir fæðingu Já, þú meinar já, Þetta var bara að vera bara hann að við skulum bara ekki Já. ræða hvað náðist á myndbandi þarna einmitt en já en ok, þá í mars þá erum við komin til 2018 þú veist, hún var bara ólétt, hún var bara pregnant hún var bara happy og hélt að þetta baby shower sitt og það sem að mér skilst að nafni Trú hafi komið Já, en upp á já, einhvers sem skrifa já, held að ammennar Mary Jo hafi skrifað það því að afennar hét True Já, það er mjög verklegt Já Ég hef aldrei veit hann sem heitir Trú nefnilega nei, mér fannst nefnilega þetta var just, erfitt að vera búin að ákveða nafn sko á barni lenda svo í því sem hún lendir og vera bara eitthvað að ég man þegar þetta kom út þá var maður bara eitthvað hvað þetta er kaldhæðnislegt nafn Já, einmitt með að við Maður fatt að það geta verið höfuð á einhverjum nei, Maður datt ekki í hug, maður datt ekki í hug en bara True eitthvað og hann er ekki búin að vera Já. True og þetta var alveg svolítið svona ok En hann ætti nú ekki að bitna barninu klálega ekki Já, hann En er þú búin veist, að gera en nei, auðvitað ekki en að því að þau voru eflaust búin að ákveða nafni síðan þá en ég get alveg gíska og það hefði verið að ræða nöfn eftir á Já, þá hefði kannski þetta ekki verið kannski sem voru þeim bara myndi búin að detta í ákveða hug. síðan bara baby shower eða eitthvað ég held það nefnilega Já, en ég segja að þú veist, þess vegna skil ég alveg að halda því og vilja hafa það og vera orðin ástökin á nafninu en segjum að þau var ekki búin að ákveða neitt nafn og ætluðu bara að bíða að sjá eftir henni þú veist, þá hefði Trú kannski ekki eins og Nei. verið möguleiki einmitt sem er leiðilegt, þá hún ekki fengið fallega nafni sitt Einmitt. En líka bara öll póstin hennar þetta eru svo innileg ást. ég veit það, hún elskar svo heitt Já. svo djúpt Já. hún Hún skrifa svo fallega texta og hvað hann Já. er hamingisum og þetta er svo sárt. já en True Thompson fæðist 12. apríl degi eftir Emblu Já. Næsti birthday twins. það er næstu birthday twins en Guð blessi mig, ég þurfti ekki að býja til 12. ég er bara alveg en þannig hún er lítill hrútur Já, litli hrútar, besti hrútar. bestur hrútar en það var þá í apríl þeim sama mánuði sem að myndband af Tristan Thompson lekur á netið Já. og vorum að tala þetta er max 5 dögum, 3 dögum þetta er í vikunni sem hún fæðir þar sem að TMC birti myndband þar sem þú sérð Tristan Thompson bara augljóslega svartkvít myndband tekið upp á svona security cameras og hann fyrir sleik við 2 konur Já, bara á okkur klúbb. bara á okkur klúbb Var þetta ekki, já, gefið bara nokkru dögum eftir hún átti, svo var það ekki? fyrir, Var þetta fyrir? já, þetta var nokkru dögum Ok. áður en hún átti þannig að þú veist, þetta var í vikunni sem hún átti sem þetta kemur, Já. snemm út í vikunni það var hringt í Kristjanar hafa láta hann að vita Það er að fara að koma. Já, Prepare yourselves. að því að hún er mjög góð vinkuna þeirra sem stjórna TMC sem svona aðal Já. kannski slóður Hún getur svona ekki haft áhrif á hvað Nei. er að koma en til láta hann alltaf vita. Já. Þannig að þau vita hvernig þau eru að berast við. Já, eða ekki? og spurja hvort að þau séu með eitthvað komment Já. þú veist, þannig að viljið að fréttin koma út og þau eru strax búin að neita því eða þú veist, hvað Og vilja koma með einhver eigin statement Já. eða hvað vil ég gera. þú veist, en Paldi ekki að sick vinasamband. já, paldi að eitthvað myndir ringi þig bara þetta er að fara að koma út um þig núna þú ert bara eitthvað svona, Og þú ert bara þú eða kannski. Ég Já, segi bara, já, eða bara já. einhver vinkonum. Já. Ég bara, já. Hvað viltu segja? Nefnir að sleppa því? Nei, það er ekki hægt nei, ekki séns. Nei. bara ég græði ókslega mikið pening á Já. þessu pældi í Svo þessu sick, sko.
Þetta er bara svona keep your enemies close dæmi, sko. Það það ekki? Jú, þetta er svolítið Þetta ekki vinir, sko. Nei. En það samt örugglega fínt að hafa hann. Já, ég segi það, keep your enemies close. Já, varðandi svona, já, einmitt. En ekki bara þetta myndband kom út, því þannig að var líka tilgreinlega bara á lager myndir af honum lappin á hótelherbyggi með einhverju stelpu og lappa sérna út seinna, þú veist, einhverjum x tímum seinna. Mjög suspicious allt saman, skilur. Very suspicious. Já. Og meðalveg svona tösku með sér. Já. Og allir svona, þú veist, búin að fara á skirtinu og kanni, skilur. Já. Tættur einhvern veginn. Og pælti þetta kemur út nokkrum dögum fyrir fæðinguna. Greið besta. Bara, og hún þarna býr með honum í Cleveland, af því hann var að spila í Cleveland. Þannig að hún býr hann í Cleveland, bara eitthvað, sorry, in the middle of nowhere. Ég farið til Cleveland, sko. Þetta er ekkert spes staður, sko. Nei. Mjög bara, já. Greið besta að búa hana. Já. Bjóð þar bara ólétt, fá þessa fréttir, hann pottið að spila eitthvað þegar fréttina kom út. Öll fjölskyldan bara, þú veist, í LA, bara hún má náttúrulega ekkert fljúa. Nei. Því að hún var það ólétt. Þannig að þetta var alveg skelfilegt. Síðan og líka bara eitthvað, ef þið voru búin að vera með þetta myndband síðan í október. Segjum líka hvað kannski búið að vera geðið gott hjá þangað til, fattur. Og þetta er svona eitthvað from the past, skilur, samt ríkalegt, skilur. Og þú veist, hann er eitthvað bara svona fuck. Já. En samt, skilur, þú veist, maður veit ekki hvað meira hann hefur verið að gera sem hefur kannski komið yfirborðið á þessum tíma. Og það er líka bara mánuði áður þá á hann afmæli í mars. Hún birti bara myndaðum og bara svaka texta hvað hún er bara ógeðslega spennt að byrja fjölskyldu með honum og bara, elskar svo mikið og ég er svo ógeðslega bara blessed að hafa þig í lífi mínu. Einmitt. Bara, oh my god. Myndbandið kemur út og síðan nokkrum seinna eignast hún True. Og þetta var svolítið sýnt einmitt í Keeping Up líka. Öll fjölskyldan búin að fá þessar fréttir. Allar sístuna brjálar. Flugu til Cleveland svo til þess að vera viðstættar fæðinguna því að þær gera það alltaf, vera allar saman. Móksa krúllett. Að vera viðstættar fæðingunni og þar þurfti þau að mæta skilur Tristan. Og Chloe vildi ekki ræða þetta þarna. Hún sagði bara, þú veist, nei, það bara má ekki ræða þetta upp á fæðingdeild. Þessi dagur snýst bara hana, þú veist, hún var bara komið í heiminn, þetta er hennar dagur og svo náttúrulega bara skiljanlega, þetta er systir, skilur, þær voru brjálar og Kim var eitthvað svona, þú veist, gera svona með höndunum eins og náttúrulega skera hann á háls og eitthvað. Kim er svo savage, sko. Já, og alveg brjáluð. Bara hvernig getur ímyndað eitthvað súrt andrúmsloft þarna? Ángríns. Þú veist, mamma hennar mætti, þú veist, Chris, skilur, vera hana með gæjanum sem brautir hjarta fyrir framann sko heiminn og náðu slá myndband vera að því og myndir og bara allt. Já. Og bara þú veist, þú ætti sko sólita konu heima. Já. Alveg glata, Þetta er sikalegt, sko. Þetta er bara versta staða sem ég veit í óléttunni inni, sko. Já. Meðgöngunni. Ég get ekki ímyndað mér neitt verra og það er líka alveg, þú veist, það má alveg giska það að þetta er alveg komið hennar stað, skilur. Þetta er alveg stress og þetta er áreiti og þú veist, þetta hefur ekki hjálpað til. Já. Elsku greið. Og hún bara leiðan með að vera viðstöðum samt sem áður. Já, hún segir einmitt sko sama hvað Tristan gerði mér, ég var aldrei að fara að taka þetta moment í burtu frá honum og henni. Hún á ekki þú veist, henni á ekki vera punished fyrir hvað hann gerði. Þá er hún að tala True. Já. Hún segir, hann er faðirnar og þau bæði eiga að skilið að elska hvort annað eins djúpt og hægtir. Pæli hvað hún er sterk. Ég bara on ég another get the fuck out, sko. Bara you never see this baby. Ángríns, bara það. Já. Shit. Ángríns, en hún er bara svo ógeðslega þroskuð. Já, það er ekkert pettiness í henni. Nei, í rauninni ekki. Alveg, sko. Við erum og petti yfir þetta, sko. Alltof. Eins og þetta verður bara ekki gert fyrir okkur. Já. En svo er eitthvað svona rumored, skiluru, eru þeir saman eftir þetta, eru þeir ekki saman, mann fólk var mikið að velta sig fyrir sér. Og hún í rauninni tók aldrei ákvörðun þarna að enda sambandi. Það enda aldrei, sko. Nei. En maður getur svona gefið þessi það að barnið True kom í heiminn og þau hafa verið bara bleiku skýi
allt yndislegt líka bara, hún vill að hann sé partur af fyrstu dögunum hennar, skilur, það er merkilega tími bara mikilvægastur ef eitthvað og nákvæmlega þannig að þú veist þau rauninni hætta aldrei saman eftir þetta, bara gott fyrir okkur að vita for future reference, bara að hún ég er ekki svona fyrirgjónandi strax en hún hefur látið þetta að slæta þetta hefur fengið að slæta hjá honum og auðvitað bara ógeðslega vont líka bara með allan heiminn, bara girl, hvað ger alltaf ekki að hætta með honum og hún eitthvað svona nei, þú veist, ég vil þetta sé fjölskylda og ógeðslega er staða með þess ógeðslega þú getur ekki tekið þessi ákvörðin skilur bara á milli ykkar, þetta þarf bara að vera allir þurfa að vera partur af þessu allir munu vera að kommenta á þetta samkvæm og gerir og líka, þú veist, heimurinn gleymur þessu ekki nei en hann líka, Tristan er ekki að leifa okkur að gleyma þessu ég held að það sé vandamála þegar ég held að segjum að þetta er eina sem gerðist já, þá erum við búin að gleyma þessu sko já, og við værum bara svona, hún ákveða fyrir ekki að treystum henni treystum hennar, skiluru judgment á þessu, það hlýtur að rétt skilur, hann hlýtur að hafa verið ekki með svolít afsökun, en hann hlýtur að hafa afsakað þetta á nógu góðan hátt þannig að þú veist, í ágúst sama ára 2018, nóvember, þú veist, þau eru bara saman haldið upp á Thanksgiving saman já, fór líka til Mexiko saman í ágúst þó þau voru ekkert búin að vera eitthvað opinbert sem par, skiluru allt sumarið einmitt, og desember, þú veist, þá voru þau bara, já, veist, í nóvember voru þau Thanksgiving og svo í desember var jóla partíða eins og er alltaf hjá Kardashians hún byrti ekkit endilega mynd af þeim þar saman en þú veist hún postaði bara mynd af henni og True, já en það getur náttúrulega líka verið að Thompson hefði bara verið að spila körfubolta á þeim tíma að því að bara með sinni fjölskyldu hann alltaf var búin að vera með hennar fyrir skilur og myndi alltaf vilja vera með barninu sína hann var pottet, ég held að tímabili sé alveg fram í desember sko hann var pottet að spila síðan bara janúar 2019 þau eru saman á deiti þannig að þarna eru svolítið bara svona þau eru bara, hún er bara óreitt lifum henni bara, getur sett hún á sína sjálfstæðar hugsanir, skilur við já, bara veist, við treystum henni og hún er pottið að velja að rétta fyrir sig og fyrir fjölskyldinu sína og þarna eru komin í 2019 og nótabenni þau byrja saman 2016 já, hann er komin í 2019 hana janúar þau eru bara deiti, það er bara allt í orden, einhvern veginn síðan kemur februar 2019 og þá kom ég man bara hvar ég var manstu hvar þú varst? Nei, ég þarf bara að segja hvar ég var ég lá upp rúmi í Coventry þar sem ég var að leigja með Hófi og ég er að follow eitthvað svona slúðusíðu sem er bara frekar mikið trash bara, sorry, þau eru bara svona, þetta er ekki reliable sources nei, þetta er ekki TMC en þetta er svona, þú veist, þau eru alveg oft með skúp en þetta králega gerðu þau frægust anyways, svo síða eigandinn af þeirri síðu er bara eitthvað það er gæi sko hann bara, ég er með skúp og ég bara verð að segja frá því og bara posta bara svona litlu stuttum miðbóti og allir eru bara eitthvað segðu frá því, svo byrjar Larsa sem við vorum að tala um var í fyrrverandi besta vinkuna að kommenta á þetta og hún er bara svona að kommenta eitthvað í áttina bara svona gerðu að hún á að skila allir viti hvað hún er heimsk og bara svona eitthvað svona með svona og til þannig að allir vissi þetta er eitthvað tengt Larsa skilur, þetta er eitthvað tengt þetta er bara, þetta er eitthvað þarna er hún líka smá svona enda og smá pyrruð yfir Tristan nei, þarna er hún að tala um Jordan ég veit það en var hún ekki teitt á Tristan á sín tíma? En hún sko tekur alveg Chloe hlið og bara verður bara, hún er bara reiðust. Hún vil að þetta fari út í heiminn, skilur og þá náttúrulega veit hún að það eðilegur sambandi hjá Chloe og þannig að þetta er svona smá svona já, það er rétt gæti alveg verið í hennar átt líka, skilur bara sett þetta út í alheiminn, skilur já hún gæti alveg verið að akta bara eins og hún sé að reyna að einmitt, góðu punktur þetta er pótt þannig, einmitt, bara já en það er og þetta gerist allt mjög hratt þetta byrja bara eitthvað svona kommentur svo kemur bara út bara Jordan Woods og Tristan Thompson voru saman í gær og það er bara eins og við fórum við þetta og þá eru bara og þannig er þetta Jordan Woods bestu vinkunu
Kylie. Litlu systur Chloe. Þetta var svo mikið sjokk, sko. Og Tristan, bassföðurinn, skilur, sem hún á ekki ársgamalt barn með. Þetta bara meika ekki sens. Þetta meika engan sens. Og það voru allir bara, þú veist, við hefum heyrt fárlega orðróma, skilur, það kom alltaf upp fárlega orðróma hér og það einhvern veginn. Svo bara hægt og rólega á bítandi, þá byrjaði þetta að staðfestast í rauninni. Það kom alltaf meira details up on the surface. Og þá segir þessi slúðu síðan að það hefði verið manneskja úr þeirra staffi í partíi þarna og hefði séð að hún sat á kjöltun hans og hann var bara eitthvað svona nudda á lærin og eitthvað svona og svo hefði hún ekki farið heim fyrir seint morgunin og það hefði sést til þeirra bara mjög flörti. Manneskja var örugglega í partíinu, fór svo og beið þá hún voru heim og bara, is this a scoop? Ándjóks, en þetta er svona stærsta skúp sem ég held bara óminn sko. En þetta var heima hjá honum samt. Hann átti alltaf eitthvað svona auka hús í LA sem var víst út af skiluru bara Svo skrítið að hún hefði verið hana. Já. Svo steikt. Það er mjög steikt, af því að þú veist það var búið að vera eitthvað smá orðrómar fyrir að þau væri eitthvað að hætta saman. Já. Eitthvað svona smá. Við vitum ekki hvort það hefði verið staðfest eða ekki, hvort það hefði verið saman eða ekki, skiptir henni engu máli, þannig séð. En það getur líka verið að hann hafi verið með annað húsa því að ég held að þegar þú ert að spila í burtu að þá er það alltaf redda húsi til þess að gisti, sérstaklega svona NBA player. Og hann var alveg í LA á þessum tíma, þannig kannski er hann bara með aðgengi að húsi þar. Einmitt. Það var hann ekki bara heima á fucking Chloe, skilur. Einmitt. En anyways, ef þau voru kannski eitthvað rífast, þá skilur vildi hann gista þar eða eitthvað. En þannig já, þetta verður allt bara, það verður allt band vitlaust þarna. Og þetta fer út alla miðla og Larsa er basically að confirma þetta, að þegar hún er að kommenta bara að speak the truth. She kissed him, lalala, þannig að þú veist að eitthvað sem er inn úr þeirra innsta hring sé að kommenta svona, það staðfestir þetta fyrir okkur. Það er líka skrítið að hún sé bara eitthvað. Já. Svo bara voru unfollowin. Þetta var, þú veist, já, fólk var að unfollowa Jordan, sérst fólk úr fjölskyldinni. Chloe posta einhverjum svona kvótum, story. Chloe er alltaf quote queen. Hún er quote queen, sko. Hún er alltaf mjög strong, en hún svona lætur alltaf vita af sér í gegnum quote. Þetta var alveg rosalegt, sko. Þetta var svakalegt. Ég man svo vel eftir þarna byrjaði TV-vikunar. Nei, það var James Charles, já. En þú varst með gott tíð þarna, sko. Ég var svo spennt að fylgjast með þessu út af þú varst svo. Líka þær voru með minnstu hintin. Þær fóru þetta í systraferðalag og voru að spila lag. Bara Don't Take My Man, skilur. Já. Og þetta var bara, þær eru svo petty þegar þær vilja það. En Kim er alltaf mest petty mannskjum til, sko. Og hún var einmitt að syngja þetta í story. Já, hún er svo mikið Libra, sko. En það er líka, þetta konfirmaðist alveg 100% þegar maður líka sem við þekkjum öll sem bestu vinkonu Chloe kommentaði á post þetta. Já. Strong facts. Bara confirm the story. Það bara, as they should. Já. Og þarna verður allt bara hipp og hói, þá getum sett það. Og, þú veist, ég man bara, þetta var svo erfitt að meðtaka því að Kylie hafði búin að missa bestu vinkonu sína og Chloe mögulega bestföðu sinn. Og líka bara hvað ansvöldum gerðist, skilur við, hvað sáu þau saman, kissist þau, bara what happened. Greið Jordan Woods, bara greið, því að hún lenti bara undir ég get ekki svona ímynda mér skilabúðan sem hún fekk, skilur, og auðvitað er þetta ekki henni alfarið að kenna 100% ekki. Þú veist að it takes two to tango, sko. Og þóttu vorum að segja áðan að aldrei er engin afsökun og hún er samt mikið yngri maðurinn, sko. Já, algjörlega. Er hún ekki hvað, 97 eða eitthvað? Jú, ætli það ekki. Ég er 98 jáfnvel. Hvort hún sé Kylie er náttúrulega 97. Hún er 97 líka. Já. Þannig að þú veist, á þessum tíma 2019 og 21. Já, eitthvað svoleiðis. Þú veist, hún er bara ung allavega. Algjörlega. Og að þú var svo
bara þetta fjölskyldan það basically það hún býr bara basically hún bara partur af þessar fjölskyldi sko. Hún bjó heima sko. Og það var svo erfitt, hún var að gefa út samstarfslífi með Æljúr hérna á þessum tíma með augnhár og þurfti að mæta á okkur svona red carpet hérna, ekki red carpet, það var bara svona eitthvað event þar sem hún þurfti að mæta og taka mækin og var eitthvað svona it's been a rough few days for me eitthvað greið. Fólk var að jarða hana, basically. Jarða hana, svo akkurat var, Kylie og Jordan voru búin að gera samstarfslínu undir Kylie Cosmetics saman. Og fyrir afslátt. Hún var akkurat á útsölu á þessum tíma. En hún Kylie samt, gerði statement á eitthvað, þetta er ekki út af þessu máli. Hún sagði bara að þetta var afslætti nokkru dögum áður þegar bara tóka eftir þessu núna. Það var bara komið tími til, skilur við, eitthvað. Þetta var bara svo savage. Það var svona, maður hefði alltaf bara tekið þetta af. Og þau var bara, setjum þetta afslátt. Og svo bara, nei, engar á að gera, þetta er ekki það. Nei, einmitt. Bara, akkurat. Og það var svona petty í laumi, skilur við. Og síðan í mars 2019, þá tilkynnir bara, þetta gerist þannig kringum, í februar. Og í mars 2019, þá kemur Jordan Woods fram í þættinum Red Table Talk. Er þátturinn hennar Jada Pinkett Smith sem kona Will Smith og hún mjög góður fjölskylduvinur þeirra og það eitthvað í gegnum pappinar sem fallin frá hennar Jordan og Will Smith eða eitthvað slíkt voru vinir þannig að hún búin að þekkja Smith fjölskylduna bara alla sína ævi þannig að þar kemur hún postar á Instagram og hún sé að fara að mæta í Red Table Talk hún bara gerir svona stutt prómó þegar hún að labba niður gangin og allir sem að horta þættina vita nákvæmlega hvað hún þetta bara svona eins og eitthvað myndi posta myndbandi af sér setjandi hérna í tebúinu þú myndi vita ef þú fylgist með tebúinu hvar mannskinn hann að allir voru bara hún að mæta í Red Table bara þetta bara það sprakk, ég hef aldrei spennt á ævi minni ég bara poppaði ég settist niður, ég tók mig upp horfa á þetta, ég var bara þar sko en það sérst hún niður og í byrjun þegar þætti og kemur, það segir Jada Pinkett Smith að Jordan hafi beðið að fá kominga hún vill segja söguna sína og mér var það pínu svona, wow, ok svo settist hún niður og hún byrjaði með að lýsa við því bara, og segja bara hvað hún búin að fá hryllileg skilaboð og þetta var bara, og maður vorkenndi hennar alveg feitt sko og hvað þetta væri hræðilegt og þannig og hún segir svo fáralegt að hún sé aðal í þessu af hverju ekki allir að seima Tristan ætlaði sé ekki bara þegar hún búin að missa trúin og honum hvort sem þetta líka bara svona, það alltaf kent hjásvægunum meira heldur en kallinum það því miður einhvern veginn sem hræðilegt svo fólk byrjar alltaf og svo fatta eftir að nei, þetta þeim jafn kentum þetta, þau eru jafn slæm það alltaf bara svo hitin bara hún, þau bara ná ekki að fatta að þetta sé líka Tristan að kenna sko. Ég held að líka spila inn í að við vorum hvað sem búin að missa trúin á honum Ég held að spila alveg inn í sko, og þú veist, myndum bara aldrei halda að Jordan myndi gera það Nei, maður bara trúi svo mikið á Jordan Nákvæmlega Þú veist, ef það eru ykkur önnur þá er Tristan örgulega að fengja allt blæmið á sig bara eins og hina stelpunar hana það var engin shameið á þeim þannig ekki svona, nei en hún sérst mætir hana og hún segir sína sög, hún segir hún að mætti partí og hún segir að þessi algjörskefta hún hafði ekkert verið setjandi ofan á hún með neitt slíkt og hafði ekki verið neitt flört í gangi í partíinu hún hafði síðan verið að fara snemmandi morgun til því að partíið bara var það lengi staðið og var að býja eftir Uber og mér fannst ekki að merkilegt Jordan Woods tekur Uber þetta er ekki svona luxus Uber mér er samt mjög merkilegt og hún hafði verið að býja eftir bílunum sínum og staðið bara svona í hurðagættinu einhvern veginn og þau eru svona línað inn til þess að knúsa hann bæ og þá hafið þau kysst það hlýtur að vera eitthvað meira build up samt það hlýtur að vera af því þú ert ekkert bara allt í henni að kveðja hana og fara í sleik við hana nei, þannig að hún segir bara að þetta voru bara svona a quick kiss og hún hefði verið bara svona oh my god, hvað gerðist eftir á þannig að þú veist, ég er ekki að segja hún blammeri honum fyrir þetta en hún segir þetta hafi bara verið, bara svona en Chloe fyrir strax á Twitter hún að horfa á þetta live með okkur öllum hinnum við erum öll að horfa á þetta live sem við það galið það crazy og hún tweetar bara why are you lying at Jordan Woods if you're going to try and save yourself by going public instead of calling me privately to apologize first
at least be honest about your story. By the way, you are the reason my family broke up. Svo savage. Já, hann hún reið. Já, hann Þetta hita leiksins. Skiljanlega. Já. Þú veist, maður segir hluti sem maður sér eftir í reiði sinni, sko. Já. Maður ekki átt sig á því og þú veist, að vera að live tweeta fyrir allan heiminn á meðan alveg savage, sko. Þú veist, alveg af hverju íttur á send, skilur. Já, einmitt. Hugsa þetta. Já. En hún bara beint hún bara brjálið, að því að hún segir þarna að bara Jordan, og hún hefur haldið fram síðan þá og Jordan hafi ekki sagt sannleikan í þessum þætti og Jordan hafi aldrei kannski er ykkur myndavælar hana sem að Chloe verið búin að sjá það er 100% myndavælar, sko Haldur það? Já, í svona húsi Já, kannski 100% kannski, sko, en hún segir að Jordan hafi aldrei sendt sér afsökunarbeiðni Nei en hún víst segir í þessum Table Talk þætti að hún hafi reynt að tala við hana en já, maður veit aldrei þarna í rauninni, sko februar 2019 getur við sagt þarna bara lauk í rauninni sambandinu hjá Tristan og Chloe en líka sambandinu hjá Kylie og Jordan já það var hana því var hana lokið og þau hafa ekki verið neitt saman síðan bara til dagsins dags, sko. Já. Maður hélt kannski að myndi ríkindila, sko, en það er bara ekki sjens, sko. Stasi tók bara yfir. Já. Það er svolítið svoleiðis. En þau hefur líka sagt, sko, bara svona, þetta er oft verið svona minnst á þetta í Kardashian þáttunum og þá náttúrulega þættir, þú veist, í kringum þetta líka, sko. En hún hefur sagði bara að, Chloe hefur oft sagt bara, Kylie hefur fyllt ferðast til þess að tala við hana ef hún vill, skilur, þetta er vinkona hennar og ég skil alveg hún sé leið og það einmitt var sýnt í þáttunum þegar þetta var að gerast að Kylie var alveg grátandi talandi við Jordan, skilur, hún vorkindin alveg og henni fannst alveg hræðilegt hvernig almenningur var að trýta hana, skilur algjörlega þó svo hún ekki verið ógislega stað fyrir Kylie líka, sko ógislega en Kylie hefur bara greinilega tekið þá ákvörðuna bara, þú veist væntanlega tekur fjölskylduna já, það ekki, þú veist jú það er svo, þú veist, það er leiðilega að vera með systurina, skilur já sem maður myndi ekki vilja tala við þig út af þessu, skilur, ég myndi fyrir ekkar allan daginn taka systur mína fram við þess klála, alla einmitt og þú veist, þetta er greinilega ekki alveg vinkona einn, skilur greinilega er ekki, Kylie er óleitt þarna? Nei, hún er búin að eiga hún er búin að eiga, en þú veist, þá skilur hún líka bara svona hversu vond þetta er með fjölskylda bara glæni fjölskylda já, því að Jordan er alveg í myndbandinu fyrir Stormi og það er bara your mother is the best og þannig einn daginn Stormi horfa það bara who is that? Don't Google her já, please don't en síðan bara líður þetta ár 2019 apríl á trú ammæli það sést ekki til þeirra eitthvað svona saman þess að sögursagnir segja hún hafi búið honum í ammælið já, það stendur hérna að það hafa co-hostað þetta já, og hvort að það sé ekki ammælið sem var sýnt einmitt í þáttunum en hún hefur alltaf haft það leiðaljósi að láta þetta ekki hafa áhrif á hana. Þannig eins og sammáluna hennar ætti hún alveg eiga myndir að segja með pappa sínum. Svo líður henni bara árið 2019 og í kringum júní þá svolítið svona vaknar þetta aftur til lífsins þessi skandall út af því að þá eru þættinir að koma út Kardashians þú veist þessi febrúarmánuðin þeirra viðbröð og svona já þannig að það er svolítið erfitt að endurlifa þetta líka. Já, séðu. Svo í kringum enda ást 2019, þá er Tristan svolítið byrjað að kommenta hjá henni. Manstu ekki þegar það var alltaf stórfréttir, bara hvað Tristan að kommenta hjá Chloe? Hún vann þarna People's Choice Awards og hann bara eitthvað, congratulations, eitthvað, 2-time champ. Eitthvað, congrats mamma. Síðan í desember 2019 þá fór Jordan Woods aftur í Table Talk og byrju já. Fór hún í lie detector? Já. Hvað vitleysa? Hún fór í lie detector til þess að sanna fram á það að hún hafi ekki sofið hjá Thompson. Þetta fór alveg fram hjá mér. Já. Var allir bara, já, skan. Þannig er þetta líka bara, ok, það er komin desember, þetta gerist í februar. Það voru ræðið þetta tvisvar, skilur. Skulum bara hætta þessu. Síðan er það í janúar 2020 og þá er greinilega alltaf verða svolítið hlýlegt aftur að því að þá til dæmis sést til Kanye og Kim á leik í hjá Tristan það sem að hann var að keppa á móti LA Cleveland á móti LA og þau voru þar og voru alveg svona cheer him on
Það máli. Já, veistu, því að fólk er bara, oh my god, Kim mætti til þess að búa á hann og hún tweetaði bara, nei, við vorum hana to support him. En það var svona sögur að hún var að búa hann, eða ekki? Var að segja það. Já, og varst að segja það? Sorry, sögursagnar voru að segja að hún var búan, en hún tweetaði bara, ég var að til þess að supporta hann. En það gæti náttúrulega verið að hún hefur búan, sko. Ég trúi alveg upp á Kim, sko. Já, hann er svona, sko, í þarna 2020. Við erum ekki að fá koffín í dag. Nei, hjálpa okkur. En já, hann hafði, þú veist, þarna allt að verða hlýlegt aftur. Svo í apríl 2020 þá haldaði upp afmæli saman og þarna líka komið COVID. Já, fucking hell. Já, þannig að þá eru þau föst saman. Að eigin vilja, eða ekki? Jú, og þetta er svona gett skrítið bara svona, og hún eitthvað svona búin að segja bara, já, þú veist, auðvitað ákveðum við að vera saman í sóttkví þegar við erum fjölskylda og maður bara svona, ok, hvað með hitt barnið hans? Það eru þau ekki öll saman. Já, en ok, fair enough, og þau byrja augljóslega saman aftur þarna í þessu sóttkví og voru alveg búin að vera eitthvað svona heit fyrir greinilega. Hann alltaf kemst ekki að halda fram hjá henni. Hann kemst ekki neitt og hann kemst ekki á leiki og hann ef þú pælir að deyta svona gæja þú veist, þeir eru örugglega 70% af tímanum frá burtu, æfingum, leikjum bara svaka prógram þú veist, vaknar rekturinn, þetta er bara allt þetta þannig þarna höfðu þau bara basically næstu í ár þar sem við vorum bara föst saman og hann ekki að fara að spila þetta er bara gullið fyrir hans skilur einhvern veginn að fá að reyna að rekindla þarna ef það sem hann vildi og bara, já, eiga tíma með dóttur sinni já og ekki sinni sínum. Nei, greið prins. Já, greið prins okkar. Hann er ógeðslega sætur. Ekki tímda mér. Hann er sko ógeðslega sætur. En bara, þú veist, eins og við segjum, þarna eru þau bara í sóttkví saman og árið liður þannig, síðan koma þættirnir út og það er bara auglast þau eru byrjað saman. Hann er bara orðin a main character, sko. Hann get all the screen time, sko. Já, bara keeping up with Tristan Thompson, sko. Og þau og þarna, þú veist, í júli 2020 er hún eiginlega bara búin að konfirma. Pældi, þetta er eiginlega bara besti tími þeirra, bara. Alveg klárlega, sko. Þannig að þau eru alveg klárlega bara að byrja eftir saman þarna, það er allt gott og gilt einhvern veginn og þau eru farin að leita sér lausna þess að eignast barn númer 2. Já. Og ætla, hún segir vilja skoða þetta staðgöngumóðurleiðina. Hún segir að sér lækna ástæðum já. Ég kaupi það ekki. Birtan með staðgöngumóður. Nei, sko, ég kaupi það ekki. Því hún var eitthvað svona, hún segir þáttunum eitthvað svona oh, we're gonna look at the surrogacy way because of my health eitthvað. Og þá segir Kim eitthvað svona what health issues do you have? Eða svona af hverju máttu ekki, þú veist, að því að hún bara, Kim bara mátti ekki eignast, eða þú veist, byrja næsta barn. Hún er I'm not gonna talk about her on camera. Það verður svona maður veit samt aldrei. Never know. Bara, þetta er bara my theory. Þannig að allt var bara gott og æðislegt þau voru bara að byrja saman og farin að leita sér lausna hvernig þau gætu eignast barn númer 2 og þetta var svo spennandi. Æðislega gaman hjá þeim. Þangað til í júní. Þetta komin 2001? Jú. Ég bara segja þess, þetta var bara, þetta gekk bara vel yfir allt COVID. Já. Þangað til COVID í rauninni hætti. Líka bara að reysa ringurinn og... Já, hún segir það hafi ekki verið engagement ring. You're right. Svo bara 2001 núna, hann byrjaði að spila með Boston sem bara fucking synd, kannski ekki gert það fyrir árið síðan því ég fór Boston-leik bara halló en þá þetta er svona bara júní á þessu ári mæ-júní þá til dæmis tweetar þarna Tana Mojo, youtuberinn skil hvað það er? Nei. Ok, það er bara einn mjög chaotic youtuber giftist þarna Jake Paul í korter og eitthvað. Já. Hún tweetaði hún að halda upp afmæli sitt og Tristan Thompson mætti. Ok, svo fór einhver stelpa í podcast. Já, hjálp. Sagðist það að sofa hjá honum. Já. Og meðan hann væri með Chloe. Og svo var það bara í, júní, þar sem að það sést að hann mætir í afmælispartí. Og hann fer inn í herbergi með 3 konum. Ekkert suspicious. Nei. 30 mínútum setna kemur hann út og er fyrir eitthvað svona... Tættur. Tættur kallinn. Já. Þetta er sko minn en 24 tímum áður. Sko 24 tímum áður þá sást hann á deiti bara með Chloe og dóttur sinni út að borða.
Christ. Hún ekki við bjargandi manninum. Nei, og sagt að hann var í rauðri stuttarma skyrtu og hún var öll krumpuð og svona þegar hann kom tilbaka á barinn. Já. Straujaði alltaf skyrtuna henni eða það þykjast eitthvað. Já, gufaði hana eitthvað. Já. Og þú veist, þetta voru allt bara einhverjar stelpur skilur sem voru bara í þessu partí og þekkt eitthvað. Já. Og þú veist, það skiptir engu máli hvað þær heita því að sagan ekki þær. Nei, 100% ekki. 100% ekki. Já, he was with 3 women and another guy. Ætla að fara orgja bara eða... Ég veit ekki hvað í andskotanum varst að gera. Bara hvað í andskotanum varst að gera. En allana, þetta leiddi til þess að það lítur út þau séu ekki saman í dag. Eða þú veist, hún svona búin að gefa það í skinn með kótunum sínum og fleira. Já. 3. skiptið. Já. Eða hvað, þetta örugglega 100. skiptið, sko. 3. opinbera. Já. Eða 4. þú tekur þess að stelpuna sem fór í podcast og sagðist það svo hjá hann. Það var bara flames þarna með þessi podcast og svo þetta aftur. Ég var svona, what the fuck? Really? Þegar maður svona byrjar að treysta honum eftir COVID, einangrunina og allt saman. En svo eins og daginn, þú veist, eftir að þó svo að þetta allt búið að gerast, þá postar hún mynda sér hana í bikini, drepheita mynd, sko, hún út í sturtunni. Og þá kommentar Lamar Odom. Já. Og kommentar líka ekki Tristan á hann. Þá kommentar Tristan og hann basically sagði, ég með þetta hérna, ég ætla að finna þetta. Hann basically hóta honum að hvað málið? Ég maður svo vel eftir þessu. Já. Ég held mér að ég hef séð þetta bara á feedinu mínu, sko. Lamar Odom kommentar hottie og svo fire, hjarta augu, hjarta og svona kall með hjarta utan sig. Þá kommentar Tristan. At Lamar Odom, God brought you back the first time. Play if you want. Different results. Það meina að þú lifnaði það nú dái einu sinni og gera þetta aftur. Það voru önnur aðrar útkomur. Það er brútal. Já, hann bara, hvað ert að segja? Bara, þú átt ekki skilið að vera eitthvað þarna, eitthvað ekki tala við mín og þetta er ekki fucking konan þín. Þetta er bara... Þú veist að bara halda framhjá konunni. You have no say, fíblið þitt. Og líka Lamar Odom, skilu, þú hélst líka framhjóni. Hættið bara báðir. Leave her alone. Please. Er enginn genuine gæja hana fyrir það? Jesus. Í hvað heimi búa þér? Einmitt, Hollywood. Já, alveg hæðilegt. Alveg ljóst, sko. Þannig að þau virðast ekki vera saman í dag en Guð má vita hvað Chloe okkar vilur að gera. Maður verður ekki hissa að þú verður saman eftir þessu 2 mánuði, sko. Nei. Raunin ekki, sko. Nei. Maður verður svona, já, ok. Bara once again. Já. En að okkar, hún á miklu betra skilið. Já. Ég vona að hún fari að finna sér gæjan sem hún á skilið. Já. Það er enginn sem dettur í hug fyrir Chloe. Nei. Það er aldrei datt okkur í hug Tristan. Nei. Sín tíma. Bara haldið frá körfuboltagæðum. Já, hvernig væri það? Farið eitthvað annað sport eða ekki sport? Já, það virðist virka vel fyrir eldri systurina. Finnst þið bara eitthvað þjón eða eitthvað? Hún tjóks. Bara eitthvað sætnum þjón. Já. Kokk. Já. Eða treinir. Hún elskar að æfa. Það var þegar hún og einhver treinir var ekki saman. Já. Ok, við séum það. Allan þetta var sagan af Chloe og Tristan. Jep, við ætlum ekki að gefa neitt nafn. Samleitt nafn. Ekki? Nei. Þau megi ekki fá nafn. Nei, true. True. Wow. Það er rétt hjá þér. Þetta er bara, hvað heitir þessi hátur? Chloe og Tristan? Bara. Og svona heartbreak. Já, heartbreak. Og svona angry man. Já. Ef þið ennþá hlusta, farið á Instagram okkar og kommentandi nýjastu myndina angry og heartbreak emoji. Já, af því að við shipum ekki Tristan. Ef þið shipið þá... Unfollow. Já. Hætti að hlusta. Nei, ég shipaði þau, sko. Já, en líka. Bara eftir 4. eða 5. skiptir. Já, bara núna shipaði þau ekki. Nei, aldrei aftur. Við megum ekki shipað aftur. Nei, það er rétt. Aldrei aftur. Það er ekki vera meðvirkar. Nei. Chloe líka bara veldi eitthvað annan. Já, please. Fara aftur að deyta Friends með Chloe, ef þú ert að hlusta. Hvað væri gaman að fá Chloe til það? Hvað væri það gaman? Girl, what the fuck? Ég geti dáið þar eftir, What are you doing? Like, it's not okay. It's not okay. We do not ship it anymore. Not anymore.
Herru, sjáumst á 5. Sjáumst á 5.